too old for this shit. Tveir á toppnum í samstarfi við Artwork. Artwork leigir út skrifstofur og vinnuaðstöðu fyrir bæði einstaklinga eða fyrirtæki, stór sem smá. Allt sveigjanlegar lausnir og þjónustu Artwork á artwork.is. Kulniður hlustendur, þetta kvikmynda og sjónvarpshlaðvarpið Tveir á toppnum. Þetta þáttur hashtag 159 sem að gera það verkum að Oddur fær sinn Spiderman þátt með hashtaginu 160. Það nákvæmlega sem ég vildi sko. Þess vegna lagði til að við myndum taka upp þennan þátt á milli. Já. Varum ekkert að fara neitt frí eða neitt. Við erum ekkert að fara í sumafrí eins og mörg hlaður. Nei, ekki ennþá sko. Ég hef náttúrulega ekki trú á sumafríum fjölmiðla. Nei. Ég man eftir var mikið vefritum Þannig við erum fjölmiðla. Nei, við skulum ekki vera fjölmiðl bara svona fáum að vera í friði. Nei, nafni minn búin að leysa það. Já, þeir eru hættir á ein pæling. Nei, en allavega þá við séum ekki fjölmiðl þá lútu við svona sömu lögmálum og þegar vefritin voru að blússa 2000 eitthvað þá man ég að kommunista eða VFG vefriti smugan.is hún fór einu sem sumafrí. Vá. Kom aldrei aftur. Smugan.is. Já. Ok. Kom aldrei aftur eftir sumafrí. Nei, og ég sælt Var þetta þarna þegar menn voru að blogga hana þetta var svona á þeim tíma sko og nei, ég man bara, ég var nú ekkert búin að vera á ógeðslega lengi í fjölmiðlum eða blaðamenn sko þegar smugan .is tók sér sumafrín ég hef nú sagt að þá að þetta get aldrei gengið sko Þú getur ekki farið í sumafrí. Nei, þú setur ekki sko þið á fréttastofu sína sko, þið farið í sumafrí en fréttastofan fyrir ekki sumafrí sko. Fréttastofan fyrir ekki sumafrí og við erum náttúrulega að tala mér finnst þetta, þetta ekki bara fyrir eitthvað gott kvikmynda sumar, þú veist hvað bíóhúsin varar, ég menna það allir að þeirra að fara á Odyssey til dæmis það hefur verið galið ef við varum í sumafrí og höfum ekki droppað Odyssey þetta sko. Já Jú, þetta ekki bara fínt náttúrulega hryllingurinn kickstartaði þessu sumurinn náttúrulega með Obsession og Backrooms Jú, nei þetta og það náttúrulega var ansi gáfulegur Ódysseifskviðu þáttur sem við böðum upp á í síðustu viku með Illu og Jökulsinni og Birgi Olgeir svo fálega góður sko alveg bara, það óhætt að mæla með honum af því að hver veit meira þessa kviðu til dæmis heldur en Illu og Jökul Illu það er alltaf fáir sko jú, kannski Emily Wilson sem að sló í gegn með þýðingu sinni á kviðunni þetta svona bestseller sko einmitt hvort að koma 2017 og Nolan hefði nú eitthvað að tala nefnt þessa þýðingu og reiðumennirnir andvókararnir sem voru náttúrulega fært að hata þessa Nolan-mynd áður en fyrsti trailerin kom þeir voru búin að býta það í sig að myndin byggði á þessari þýðingu Emily Wilson sem yfirlýstur feministi einmitt og alvöru autoritet í þessum fræðum svo bara mætti hún bara með dómum myndina í vikunni wow. og í London Review of Books og eiginlega bara kálaði þessu sko. Bara drulla yfir, hún eiginlega var þetta ekki svolítið þannig, hún sá sér knúin til þess að gera því að það voru allir að kenna henni að Já, hún hefur sennilega þurft að þvo hendur sínar af blóði þessara saklausu Tróju búa einmitt Nei, hún segir sko, meðan hann síðan sko, hún myndi skamma sín hefði hún skrifað eitthvað af þessu handriti og að þetta hafi ekki sannfærandi fram að færa og vanti alla tilfinningalega og sálfræðilega pólitíska og siðferðilega dýpt pældi þessi þunguhögg þetta harmonur samt alveg ágætlega við svona kannski kjarnar í því sem Illi var að segja í síðasta þetta hún leittist ekki hann hefur verið til í alveg hálftíma viðbútt þess vegna sko en þarna væri samt mjög margt fyrir neðan allar hellur sko.
og hann sendi mér Guardian link á fréttina þennan dóm Emily Wilson og sagði með því við trúum afdráttarlaust á Emily Wilson, dómurinn hennar frábær, eiginlega nákvæmlega það sem ég myndi sagt hafa en hann eitthvað stóð samt að hafa gaman að myndinni sko. Einmitt, akkurat Svo það náttúrulega tengt þessu og bara stóra skúpið Kolbrún Bergþórsdóttir bókmyndadrottning Guðmóðir þessa hlaðvarps hún fór að sjálfsögðu að sjá Ódysseifs kveðju Nólans í bíó sem samt sem það eitt og sér sæti tíðindum af því að hún hefur ekki farið í bíó í mörg ár nei, hún er sporlaut þegar kemur að fara í bíó bara fer ekki í bíó en hún fór í stóran sal, sagði þetta með rosa fínt tjald og flott hljóðkerfi og allt það, fór heimilje gat ekki meir, let ekki bjóða sig Vittu við hvað var að gerast fyrir hliða? Því ég fór nefnilega hliða þessa sýningu sko. Ég man ekki það við ætlum að spilla kannski fyrir þau sem hafa ekki séð þetta Já, ekki að spilla því hvernig hlið kemur Nei, ég man alltaf að það var hlið þegar ég var vegna þess að þetta í fyrsta skipti í svolítið langa tíma sem ég hugsaði nú er gott að fara út og fá sér sígarettur sko. Já, það var nefnilega erfitt ég þurfti að standa upp sko og pissa bara það var hann að þegar fóru til Nornarinnar í mat þá var ég svona, ok, ég veit sirka hvað var að gerast stend upp, hleyp út fyrir klóstið. Þú veist að pissa meðan kirkja var að breyta þeim í svín? Nei, ég náði því, ég kom tilbaka ég náði því nákvæmlega en þegar hann var að veið öll þessi dýr og svona þá fór ég sko þú veist, ég fór hann rétt undan Já, ég skil Þannig að hann að þú mistir þá kannski af þegar hann skaut hérna hind með bóðanum sínum og hún reyndst mann Já Nei, þetta tæpið 3 tímar ég nefnilega fór sko, ég var ekki með neitt pop, ekkert kók, ekki neitt ég fór nestislaus í gegnum þetta Hvernig lifir maður það af eiginlega? Já, ég þurfti ekki að pissa til dæmis Sko, ég veit ekki hvað þetta segir um mig ég bara get ekki lappað inn í kvikmyndahús á þess að fá með pop og kók sko. Pop og kók Hvað segir það um mig? Ég veit Gráður bara, Já, glötton Já, það er mikið glötton sko Nefna hvað að þannig ég man ekki nokkra hvernig hlið kom en við náttúrulega vorum við fengum okkur kaffi með Kollu í gær Hún sagði okkur að hún hefði gengið út Já og hún hefði bara staðið framfyrir því í hlénu það eru 80 mínútur búnar og ég get bara ekki 90 mínútur viðbót eða hvað Nei og hún var ekki að tengja henni persónu Nei hún sagðist ekki að hún á neinni tengingu persónunar fannst Matt Damon heitir hann ekki Matt Damon Já, leiðinlegur Já, bara og glataður Ódysseifur Svo var hann svona, svolítið ítrekka að segja henni þetta heilna fagra ekki nógu fögur Já, þess að sko þetta leggja undirstreka það margfald að þetta var ekkert með húðlit Lupita að gera hún bara sagði bara að hún væri ekki nógu falleg og hún var náttúrulega fegur afstæð en allavega Kollu fannst ekki trúverðugt að 1000 herskip skildu leggja á Miðjarðarhafið vegna þessarar konu nákvæmlega Nei, já, hún sagði ekki bara hún er ekki tengingu við neina persónu illa farið með Penelope sem var í frábær persóna Ódysseifur glataður og Anna Hathaway ekki góð í þessu hlutverki ég heldur samt að Kolla sé alveg sæmilega ánægð með hana svona almennt ólíkt mér sem er með bráða ánægð með Já, þólega ekki Já, og engin svona engin dýft og einhvern veginn ekkert sem hún tengdi við þannig að hún bara pakkaði saman og fór Það er alveg hilari sko. Það er hræðilegt, það er ekki búin að fara í bíó mörg ár fer loksins og hún fer út í hlið sko. Það vísir náttúrulega eiginlega búin að sitja undir bíó með þetta lengt sko Það er rétt En þó þetta var bara verið kaffispjall góra vina og kunningja þá náttúrulega varpaði sjónvarpsfréttamaðurinn Oddur Eva fram lykilspurningunni hefur verið kláran ef hefur verið að horfa hana heima hjá þér sem var náttúrulega auðveldar að sligast Nei, bara ekki Alls ekki Það er bara alls ekki Þarna á þessum hlépunkti þá lauk Ódysseifs ferð Kolbrúnar Bergþóttur allavega með Christopher Nolan sem farastjóra Ég var svolítið ánægð með þetta var svolítið svipað ég sagði sko mér þætti persóna kannski ekki mikla dýft sko Nei Þetta er það saman ég sagði Þannig að þetta lítur að vera hárið Intellectual sko Já En maður þarf að sjá hann aftur í bíó samt. Ég er að spá ég að
gera þetta jafnvel núna fyrst að ég verði í bænum helgina meðan að verslunamanna helgina meðan að enginn verður í bænum það verður verður svona næs stemning í bíó Þyrftu við ekki eiginlega Tóti í þessum að helga þennan þátt svona ferðamyndum Jú, væri það ekki svona vacation myndirnar til dæmis það eru nú skemmtilega gert það fyrir ári síðan ég get nú bara fundið glósetur okkar síðan Gerðum við það fyrir ári síðan? Í alvunni? Ég nefnilega þetta var mjög systematist held ég vel valið hjá mér voru það þeim alltaf Eden Lake það og þegar ég sá hana það er hryllismynd sko kærustupari sem fer út på landet í Englandi og þá koma svona British thugs og leggjaði einelti og drepa Michael Fassbender mjög snemma sem er kærastinn og kærastan er nú engin önnur en sko Kelly Riley þetta var áður en ég vissi hver hún var sko því að hún var ekki búin að vera Beth Dutton sko einmitt ógeðslega góð mynd svo voru við með Carry-on Camping sem alltaf eftirminnilegst fyrir það Barbara Windsor skaut af sér brjóstahaldaranum í morgunleikum með æfingu á tjaldstæðinu tjaldsvæðinu Great Outdoors með John Candy og Svo náttúrulega RV með Robbie Williams það var svona minna æsku hann gerir húsbíl með fjölskyldinni og er eitthvað ósáttur sko. Svo var líka önnur mynd hann með hann að endurvöktu Vacation mannstu því? Nei, ég man bara eftir fyrir örfáum árum síðan sko. kannski 10 árum ég man eftir bara upprunalegu sko og svo kom European Vacation og svo Christmas Vacation ég man nú ég var fullorðin tótið þegar ég fattaði að Vacation mynda væri bálkur ég held að þetta væri bara Christmas Vacation væri bara jólamynd ég held að þetta væri bara jólamynd 2015 Vacation 27% of Rotten Tomatoes Rusty Grimsvold plans a cross-country road trip with his wife and 2 sons in a bid to revive the lost ties between them og Chevy Chase, hann byrtist þarna og ég veit ekki hvað og hvað, mannstu ekki eftir þessu? Það var 2015? Nei, ég man ekki þóttu nú alveg vera allt í lagi mynd sko held ég sko Christina Applegate var einu sko hún er 11 ára þessi mynd gaman að þessu með Ed Helms sem var í The Office og heitir hún bara Vacation? Já, hún heitir bara Vacation Þetta myndi ég sko Svo var samt einhver önnu mynd líka sem var með Jennifer Aniston Já, We're the Millers Ég man eftir að sé hann Mér finnst hún vera einn svona keimlík eða Er það ekki? Jó. Hún er svolítið keimlík, þá eru þau að ferðast Miller fjölskyldan í svona RV og það er maður sem er svona orðin hún kemur 2013 þetta er góðsinn tíð þetta fyrir 10 árum það er með okkar manni Will Poulter og Jason Sudeikis sem að leikur Ted Lasso Jennifer Aniston þetta var alltaf lagi gaman sko. Já, var það ekki það? Drug dealer, stripper, virgin, runaway það er gott sko Heyrðu, en nú ertu búin að sko stela hættinu? Nei, búin að henda sko svo mörgum brúm að ég þarf eiginlega bara að hlaupa yfir nokkra bíl sko Sudeikis, hann var í þessari mynd Já, hann er orðinn miklu frægri í dag heldur hann var nokkuð tíma hann er náttúrulega Ted Lasso hann er Ted Lasso og Apple TV var að droppa Ted Lasso trailer bara held ég í dag Já, býtu, er þátturinn ekki komin, nýjasti? Nei, hann kemur ég gaf svolítið upp á þessu sko Gafstu upp á Ted Lasso? Já, ég náttúrulega gefst aldrei upp á neinu sem ég byrja á sko en hann vertíð 4 kemur 5. ágúst á Apple TV Það er bara þannig Það er bara handamóðni, það er bara strax eftir Vestlumhelgi Handamóðnum maður, wow Og ég er nú ekki búin að horfa á hana trailer og já, ég hafði mjög gaman að þessum ég kom seint inn í hana Ted Lasso sko Ted Lasso hvað getur verið varðið þættir sem heita Ted Lasso Þetta var svolítið það sem skaut sko Apple TV á stjörnuhimmel sko. og svo bara enski boltinn, þetta er bara eitthvað sem ég veit ekki hvað er sko og þetta var held ég í fæðingarólofinu þegar ég var heima með Gussa sko þá uppgötaði ég líka Slow Horses þá tók ég eitthvað svona Apple TV fullkomin tíminn til að detti gláp í orlofið, eða ekki? Jú, með bara sofandi sko ungband bara á axlinni sko og já, mér fannst þetta frábært framan af aðalega sko fannst mér nú Juno Temple og Hannah Waddingham svo frábærar
Já, það eru geggjar Já, Svo þú líka þetta koncept á því bara veist, þetta ensku klúbbur, þú veist, fótbolklúbbur og hún er að reyna að hefna sín og fyrir hann eiginmannum sínum hann ræður einhvern bandarískan bjána til þess að, þú veist, þetta er geðveikt að, þú veist, bara þetta koncept fyrir þau sem að hlustundur sem hafa ekki hort á þetta bara, þetta er geggja dæmi sko. Já, og þetta er bara ógeðslega góða persónur og gaman að þessu, en já, kannski var þetta eitthvað að fara að súrna þarna í restina ég manna ekki, en allavega ég er forvitin ég býr nokkuð spenntur eftir að sjá hvernig þau ætla, því að þetta virka líka ok, fínt 3 serjur, bara gott Tella svo eitthvað bandaríkjanna þetta búið sko. Já, ég man einmitt í 3. seríunni sko, þá fóru svona hlutar að gera sem að fóru að spyrja spurningar smá karakterþróun sko. Þannig að ég hlakka til að sjá hvað gerist í þessar nýjastu sko. Og næsta brú, vegna þess að núna er ég bara á fullu á Amazon Prime að horfa á þáttaröðina Ride or Die sem er með Hönnu Waddingham í aðalhlutverki. Er þetta ný sería? Já, þetta er glænýtt, þetta er 8 þættir og hún er svona James Bond hún er International Assassin hún Hannah Waddingham og leikur hana Judith sem er sem sagt bara besti launmorðingi sem einhver undarleg stofnun hefur yfir að ráða. Og er þetta þungi þættir eða er þetta svona meiri grín? Þetta er bara total grín sko. Það líka á mótin er hún Octavia Spencer sem er svona mjög komísk kona sko. Geðslega fyndin. Já. Og sagt, hún er leikur hana Debbie sem er gift leiðilegum breskum þingmanni og skrifar allar ræðurnar fyrir hann og gerir allt fyrir hann og það er búin að vera vinkonur í 20 ára og saman í bókaklúbb og sagt, Octavia Spencer hefur ekki hugmynd að vinkonuna sé International Assassin nema svo bara kemur að ljósa þessi litlausi breski pólitíkur sem búin að vera í einhverju byggsi með albönsku mafíunni og búin að stela fullt af peningum frá albönunum og virðist vera myrtur og það var að drepa eiginkonuna líka og þá þarf vinkonan Já, er þetta fyrsti átturinn? Já, meira og minna Svo eru það svona á flótta alla Evrópu, þetta er bara James Bond módeli sko svona fara víða, fara í lest opnur atriða þegar við kynnumst Hönnu Waddingham þá dreipur hún eitthvað vondan rússa og fer stingur svo á skíðum bara eins og í The Spy Who Loved Me Mér er svo geðið hvað hennar stjarna er að rísa hratt sko. Hún er geggjuð Leik náttúrulega nunnuna að Game of Thrones Shame Ding 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 Shame Ding 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 Shame Svo var hún ekki svo er hún líka frábær sjónvarskona var hún ekki kynnir á Eurovision eða einhverju helviti í Liverpool í Bretlandi Já nema sko að ég held ég sé búið með 5,5 þátt af þessum 8 og aðtíklin er aðeins svona dofni á mér, þetta er svolítið svona allt mjög típist en alveg samt gaman og Bill Nighy er sem sagt leikur svona yfirmannin sem að uppgötta hana 15 ára og breytt henni í Assassin sko sá maður náttúrulega klikkar ekki hann er geggjaður sko en það er svona aðalega held ég kemistri í milli þeirra þessar tveggja leikvenna sem að gera þetta og svo ég bara kom stæði þegar ég var að horfa stæði að Hannah Waddingham er þannig, ég get bara hort á hana bara endalaust, það er alveg sama hún er svo skemmtilega já, hún er svo cool, hún er svo ógeðslega töff svo, og þegar hún er komin í svona sko, eitthvað morðingja ham sko, þú veist á mótorhjólum og skíðum og drepandi og hún er á svo flott galleri á cool svipriðum líka sko svo hún líka alltaf svo komísk, það er alltaf eitthvað svona undirliggjandi eitthvað svona tongue in cheek sko, hún er æðislega. Líka Bill Nighy, þú veist, þetta er geggjaður gaur sko. Algjörlega. Bara hann í Love Actually sko. Já, hann er eina sem hefur ekki sko úldna til helvítis úr Love Actually sko. Já, það ekki. Jú. Þannig að ég alltaf alveg leiði mér að mæla með þessum þáttum og þetta er svona bara easy svona minnlust þægilegt grín. Já. Fullkomandi að horfa í vikunni fyrir Vestló. Já, kannski og svo alltaf fá ekki á sig svona eitthvað konu þáttastimpil ég hlýtt að vera svo vók, ég er alltaf að horfa á eitthvað konu þætti. Er þetta konu þátt? Nei, þetta er alltaf að þú veist þegar konur eru í forgrunni. En ég meina að þú veist, þau hefðu líklega samt ekki gert svona þátt einu sinni, þú veist, það sem að þetta eru spennu þættir ekki? Spennu grín þættir? Jú, þetta er svona buddy þættir sko. Einmitt, þú veist, þeir hefðu náttúrulega ekki gert svona þættir fyrir nokkur mánu sko. Þannig að er þetta konu þætti, ég veit ekki sko. Nei, ég veit ekki. Fólk að horfa á alls konar efni og
ég held að það sé ekki ég held að þessi mörk sé ekki svona skýr sko. Nei, ég er líka alltaf að testa þetta sko, því að sko, Dóra nennir ekki að horfa á neitt með mér nema House of the Dragon sko. Einmitt. Þannig en hún er að sitja í sófanum og að gera eitthvað í tölvun og ég er alltaf allar hún ekki dett inn í þetta er eitthvað rætt og dæ þetta er þetta tvær konur eitthvað og hún rétt lítur upp, já, hún er ógeðslega cool þessi sko. Og svo er þarna einhver gaur sem heitir eitthvað skrýtnunafni eitthvað Ed Skrín eða Sklenn eða eitthvað og býttu, já, þessi hann svolítið sérstakur og þá myndi hún að hann hefði leikið elsku að Raineru eitthvað framarlega í House of the Dragon og svo skipt út eitthvað ok, það er mjög fyndið það er hennar innlegu áhugi á þessum innan gæslappa konu þáttum sem að Ed Skrein, já, einmitt, já hann átt að leika hennar riddara í Game of Thrones og hætti sko að því hann var að fara að gera eitthvað annað sem að sló svo ekkert í gegn að því hann var að fara að leika í Rebel Moon sem eru tvær myndir sem eru Rebel Moon Part 1 A Child of Fire og Rebel Moon Part 2 The Scargiver við horfðum nú á fyrstu tókum þátt með okkar manni Stefán Pettersson ætlum að taka nú 2 og svo ætlum við líka að taka þáttum lengri útgáfuna sem að Snyder versin hann sem tók þá ótrúlega ákvörðun að segja skilum við Game of Thrones fyrir A Rebel Moon ofta hann var riddara þá Crystal Cole nei, hann var í sko Game of Thrones Cersei elskuði Daenerys það var hann eitt svona gæði svona, þú veist, hann var hann eitthvað svona málaleiði Targaryen þú veist, og þeir skiptu honum út svo kom einhver gæði með skegg og allt öðruvísi gæði til þess að leika persóna sko. Dario Naharis, held ég hann veitir þessi persóna cool story bra, en já, sko það er trend sem ég langar að þrennt reyndar hvort til það ég byrja að tala um eitthvað sem er svona sjónvars og kvikmynda þáttatengt höldum okkur við sjónvarpið ok, House of the Dragon holy shit, þessi þriða serið holy shit sko. hún er geðvik hún er svo svona jarðtengt, þú veist, það er ekkit ómikið verið að reyna eitthvað, þú veist, að hendi einhverjar, þú veist, orustu bara af því bara, skilja, þetta er bara allt svona klækjabröð og pólitík og þú veist, bara loksins og samt einhvern veginn áhugavert sko, klækjabröð og pólitík geta sko rotnað mjög hratt sko. Við þurfum að taka sér þátt, ég held að síðast þátturinn kom í næstu viku sko. Nei, ég held að þáttur 6 hafi verið að droppa núna á sundaginn og þetta er 8 þáttar serið okay. Þannig að það eru 2 þættir eftir og það er fyrir að hitna helviti svona mikið í kólunum svona undir sko. Þetta verður geðvikt ég hlaka til að taka þetta, við þurfum kannski að þú veist, fá einhverja að kalla til eitthvað lið sko. eitthvað reytarlið Spiderman næstu viku Spiderman að koma núna. En ertu búin að tala um House of Dragons? Bara þú vilt bara koma því að þetta var amazing og mjög skemmtilegt svona, þetta er persónudrifið meira og svona ég hef svo gaman á honum Norton, hvað heitir hann? James Norton sem að líkur hann ég var svolítið erfitt með hann út af því að hann var í King and Conquer það er að trufla þig sko. Það voru alveg hörmulega þetta það er að trufla þig ég er fóraldurinn inn í 2 þætti af King and Conquer sko. einmitt, ég horfði á allt og þú varst eins og ekki búin að horfa á Happy Valley þar sem hann er sko, stórkostlegur psykopat sko, og bara hræðileg manneskja samt með einhverjar tilfinningar Happy Valley, þú mælir með því það er eitthvað stuð í þessu sko. Það er bara eitthvað, þú veist svo hann Dr. Who og Prince Philip Matt Smith þú veist, hann er alltaf að koma betur og betur ljós sko, fábjáni og hann er góður skúrkur sko. Það er bara að brenna þetta allt hann svona, hann hefur eiginlega hefur svona semi-referir sér í þessu sko. Alltaf náttúrulega Það er annað það er rétt. Ég er að horfa á X-Men 97 býtur það ekki teiknumynda þetta á Disney Plus þetta er X-Men það er önnur serið núna og ég held sko að hún var öll komin út þannig að ég horfði á því líkur beitum hérna svo gott og við erum að tala um að Apocalypse er vondikallin í annar serið það er svo fucking gott og afsaka árbræði fyrirgeði þetta er svo fáránlega gott þeir fara bara einhvern veginn full comic books þú veist, þeir fara bara algjörlega í myndasögurnar
sem þýðir að þú veist, þetta er svo súrir sögutræðistundum, svo steiktir þú veist, og svo fyndnir sko, og svo dramatískir og svo, þú veist, rosa telenovela leir sko, en þetta er svo geðvögt, þetta er ógeðslega gott, þeir eru allir hana, þú veist, Wolverine og hérna, þú ert ekki búin að horfa neitt að þessu þú verður, ég mæli sorry, ég er með Disney Plus alltaf, ég er búin að sjá þetta svona í valglugganum, ég held að það vera eitthvað barna sko. Þetta er ekki barna þetta er nefnilega, þetta er meira þess að sko R-rated, ef ég mann það rétt sko. Það gæti verið villust en þetta er svona teikni sittið er eiginlega að gera miklu betra mót í Star Wars og Marvel tróinu þessi misseri ég hef alltaf verið á móti teikni sittinu í Star Wars sko, að í Star Wars þá er þeir alltaf í þessum tölvuteiknu svona lélegu tölvuteiknu þannig er þetta bara pjúra teikna sko. Bara alvöru teikningar sko. Ok, og þetta er svona hvað, eitt síðan búið og annað á leið Sería 1 komið út og sería 2 er í gangi right now og hann er 6 þættir af henni og þú veist, þetta er bara svona þetta er svo mikið bara svona, þetta er karakterdrifið þú veist, þetta heldur manni, þetta er líka stutti þættir 30 mínútur skilu þannig að þú veist, þetta er bara, maður er sekkur inn í þetta þetta er alveg geðvikt sko. Þetta 30 mínútur að dæmi, það er svo þægilegt sko. Það var alltaf í gamla dag, Simpsons Frasier, þetta var bara staupast einn, allt bara 30 mínútur Er þetta ekki svolítið, þetta árið svolítið svona comeback 30 mínútur? Jó, ég held það sko Síðan var ég að horfa Sjókun aftur Það er unbelievable Sjókunni Vá, hvað þetta er gott Ég veit í töluðum þetta, með sér þátt hérna fyrir 2 árum mæli með henn Vá, hvað þetta er gott sko. Ég sko fór eitthvað að skoða þetta hjá mér ég held ég er búin að vera að hafa eitthvað lítið verið að glápa ég er búin að vera eitthvað náttúrulega bænum og svona sko en hérna Er það ekki búin að vera í bænum? Er það búin að vera í útilegu? Já, ég var Varst þið í útilegu? Nei, ég fer ekki útilegur ég var að Eyrarbakka helgina Eyrarbakka? Í húsi höfuðbóli Arnars Tómasar tróghattara Varst þið heimsókn í Arnar? Nei, svo bara glemdi ég að tekka á honum að láta hann vita að ég væri in town Já, akkur gerur það ekki? Ég er náttúrulega sko Gussi er svolítið harður húsbóndi sko ég þurfti svolítið mikið að vera þvælast með hann í einhverja fjöru og skoða eitthvað anskotan keira með hann á sínum strokk Varst þið sumabústa á Eyrarbakka? Já, svona bara húsi bara svona hús með heitum potti og gasgrifi Nei, geðveikt ég læti ekki setja mig í svefnbók og tjald sko. Ég var í svefnbók og tjald helgina sko. Það er ekkert eins svona það er ekkert eins hart og jörðin ég komst að því sofa á jörðinni, þetta er áhört koncept sko. Öxlin og jörðin Já, öxlin og jörðin og að vera alltaf snúið sér við það þegar þú veist, þetta er svo hart sko. Þetta er áhört sko. og verður svo skýt kallt sko. Nei, svo líka náttúrulega trublar að ég tók náttúrulega eitthvað svona Odysseus bind eftir að ég sá Odyssey, ég talaði um það í síðustu ég horfði þarna á The Return með Ray Fiennes og Troy náttúrulega með pittaranum og Erik Bana, þannig að ég er búin að eyða svolítið tíma í Troy en hérna ég ætla að reyna að fara að byrja á þáttum sem heita The 12 við erum með Sam Neill, hann leikur held í dómar þetta er eitthvað það er svona ár síðan að held ég að Kolla Bergþórs Títnefnd var að mæla með þessum þáttu við mig The 12? Já, The 12, náttúrulega 12 kviðdómendur sko annars veit ég hef ekki einu svona heyrt þetta Nei, ég held þetta sé Ástrals, þannig að þetta er nú close to home Býttu, það er eitthvað gaur í þessu sem er látin Já, Sam Neill Sam Neill er látin? Já Hann er í þessu? Jesus Og hérna, ég held að komi sko 2 eða 3 bíómyndir með hann á næsta ári þó hann sé látin sko Í alvörunni? Já Upp úr þessu það? Nei, hann náði að leika í 3 myndum sem er ekki búið að klára sko, post-production eftir en hérna, svo horfði ég samt á einmitt á Disney, hún ætla að horfa lengi á þetta hryllingsmynd sem heitir Fresh og hann er í henni Winter Soldier, hvað heitir hann? Það sem leik Trump Já Mjög skemmtilegur leikari Já Ég veit hvernig úr það tala um Já, hann veit allir hvernig það tala um Ég veit hvað hann heitir Já, hann líka Tommy Lee í Pam and Tommy Ég var búin að gleyma þeim Þykir skuggalega líkur Mark Hamill Það voru góð hættir Pam and Tommy Þú ert náttúrulega að tala um Sebastian Stan Já, Sebastian Stan Heyrðu, hann leikur þar eitthvað sjúkan mann sem að pikkar upp stelpur sem eru á lausu og rænir þeim og drepur þær og selur að þeim í kjötið Ói milli þess að hann étur þær sjálfar og
og jafnvel sko með þær í haldi lengi heldur en lifandi og kannski sækir svona svo eina raskin og býður þeim að snæða meðan þær eru lifandi? Já, meðan lifandi sko. Og kemur þetta allt svona vel fram í þessari myndi? Er hún R-rated og er þetta allt ókvæslegt? Er þetta svona sodæmi? Já, þetta er ekkit sko, þetta er engin splatter. Nei. Og svo náttúrulega álpastand til þess að ræna úrræða góðri stelpu sem er nú ekki tilbúin til að láta éta sig og snýr vörn í hann er að skera raskina þar aðeins fyrir framann hinn eða? Nei, ekki kannski alveg fyrir framann kannski svona 3 í einu aðskildum herbergjum sko. Hvað heldur það að sé að fólk sem býr til svona kvikmyndir? Ég veit það ekki, en það var svona eitthvað léttur tónn yfir þessu það var allir lægi. Var léttur tónn yfir þessu? Já, þetta var ekki svona þrúandi hryllismynd. Nei, þetta var svona gleði og gaman. Nei, bara svona smá svona comedy. Já, og hann er alveg að fíla sig svona, að því hann er búin að vera náttúrulega svo mikið að leika svona kannski betri gæjana sko. Hann var alveg að fíla sig í þessu sko. Mér finnst eiginlega bara frábært hvað hann er sko í fyrsta lagi mitt, hann er bæði ótrúlega duglegur að leika eitthvað eðlilega mikið af myndum svo er hann líka alltaf að prófa eitthvað nýtt finnst mér, eða svona, er það ekki? Jú, og er náttúrulega alveg búin að sanna sig sem góðu leikari sko. Pam and Tommy, Trump þú veist, Fresh núna þetta, allt, þetta er skemmtilegt Já, þannig að þú mæli með þessu, heldur að ég geti hort á þetta? Já, þetta er við sem horfum ekki á hryllismyndir. Já, ég hef ekkert endilega sko verið eitthvað hlaup í bíó og til að sjá þetta en þetta er fínt svona þegar maður er eitthvað tilgangsleysi með fjárstýringuna. Já. Heyrðu, svo verið nú bara það því að ég nefndi eitthvað djakka sem daginn. Einmitt. Ég fann viðtalið mitt sem ég tók við Steve-O á tímarit.is. Vá, ég held að þau fundu upptökuna. Ég held að vera að spila ég er ekki búin að leita upptökunni. En þetta var 2003 og þá var ég 10 ára fagnaði stóramæli ég fagnaði stóramæli 7. maí 2003 Já, 2003 nema ég var búin að segja frá því sko að ég beið í 2-3 klukkutíma eftir að honum þóknaðist að ringja og þá var hann út og dópaður og valla viðra að hefur sko þannig að þetta viðtal þetta var svona nettur burður á síðu það var ekki meir úr í en það þetta átti að vera langt Nei, en svona kannski aðeins meira það en ég spurði hann hvort hann vissi eitthvað Ísland sko og hann sagði áður en að vissi hann ætti að koma til þess að svo vissi hann ekki neitt ekki mikið og áður en ég frétti af því að við ættum að koma hinga vissi ég ekki neitt ég hef svo frétt að á Íslandi sé fullt af fallegum konum og dópi þannig að mér líst mjög vel á þetta ég veit líka það mikið af fossum á Íslandi og mér langar til að prófa að fara niður eitt slíkan í tunnu svona eins og Houdini ég veit ekki hvort ég næði því en ég mun örugglega reyna það var svona þetta var eiginlega kjarnin sem ég náði Þetta er skemmtilegt, ég man að það var mástu töluðu ekki um þetta síðast, það var eitthvað umtalum að þeir ætla að fara niður Gullfossi í tunnu eitthvað Já, það ætlaði ekki verið þetta Svo var eitthvað lögreglan eitthvað köllu til eitthvað svona, það var bara svona, nei, þið gerir þetta ekki og þeir hættu við og voru eitthvað, ok, við erum að fara að drepast ef við gerum þetta, það var eitthvað svona Já, einmitt Ég er náttúrulega misti af nýjustu og síðustu myndin eða sko. Já, hún er ennþá í bíó Er hún ennþá í bíó? Já, ok eins og ég sagði þegar við vorum að ræða ég hef ekki séð neitt djakka svo ég haldi mig bara við það Það er ekki mig, guð mig góður ég hef ekki verið að vekja einhvern sem var að sopna út frá þessu poti en það er eitt Tóti í pappatips þeirri skemmtilegu grúpu á Facebook Já Þetta er svona grúpa, þetta er svona hópur á Facebook þar sem að feður veitur hvað er ráð þetta getur oft verið mjög fallegt og skemmtilegt Hérna skrifar einn ef ég finn þetta snöggt pappatips fyrir þá sem getur verið að gleyma sér seinasti dagurinn til að sjá Odyssey á stóra tjaldinu áður en Spiderman kemur að hendur henni í bjössalina er á morgun miðvikudag ég er að minnsta kosti að fara, gott kvöld gera það fyrir mig, ekki rífast eitthvað vókdæmi og svo PS hvað voru að fara með unga krakka á myndina bla 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 en er þetta rétt, er Odyssey að fara þetta getur ekki rétt, er það nokkuð Ég er að hafa ágráðs Tóti fyrir mig og okkur sem að viljum sjá hann í annarsinn sko, þarf ég að sagt með að sjá hann í minni sal núna út af Spiderman Nei, ég meina, náttúrulega nú er ég ekki það vel að mér í þessum lögmálmenni minna sko, ég gerir ráð fyrir að Odyssey sé enn á sko hvínandi siglingu í kvikmyndahúsum Ég meina, allra amma er að fara á hana ég sé ekki fyrir mér að vísu Spiderman alltaf fáralega vinsal sko Já, en það er náttúrulega sko, það er engin skortur á sölum sko. En ég meina að þú veist Kolbrún Berðustóttir er ekki að fara á Spiderman í bíó það er ekki svona venjulega fólki sko. Nei, en þú veist, ég bara flettið í Odyssey upp
núna á kvikmyndir.is í appinu og það sem í dag eru 22 sýningar En á morgun Ég er miklar ágjur á þessu Það er mikla ágjur á þessu 50 dagur Og helgina, við þurfum aðeins að kanna sko, þá er Spiderman að tromma upp í 21 sýningu og það eru 20 sýningar á Odyssey sko. Já, en í hvað sölu? Já, þeir dreifa meintilega, þú veist það þarf ekki að henda Odyssey úr öllum aðsölum Stóru sko. sölum En það? Eins og heyrið, þá hef ég miklar ágjur á þessu Já, en hafðu þær bara ekki mjög miklar Þú ert náttúrulega að fara að sjá Spiderman á morgun 50 dag sem er svona offisjál frumsýningadagur það er eitthvað að vera að sína hana í dag á miðvikudegi Ég er smá ágjur á þessara myndafni Já, en býtur þess að drálegur, við erum alltaf að gera grein fyrir atkvæða okkar sko. Við erum að taka þetta upp núna í hádeginu á miðvikudegi ekki á 50 eftirmiddag eða kvöldi vegna þess að Oddur Ævar þarf að fara beint í Marvel-tróið á morgun Eftirvinnu, já Þannig að við flýtum dagskráni svo að Oddur fá að Marvel-tróið býður ekki sko. Nei, ég ætla að taka Arnar Tómas þegar ég setja þetta á Facebook Það ekki? Jú, Oddur getur ekki beðið eftir Marvel-tróinu Sko, Kóngulómaðurinn er stærsta órétti í heimi Ég ætla bara að segja Já, Hann er að trekja þannig í bíó Það er enginn að trekja þannig í bíó Þú veist, síðasta mynd sem var náttúrulega svolítið svona nostalgíu trip hana No Way Home Þú veist, það fóru allir og ömmuðir á hana og það stefnir alveg þannig þú veist líka þó ég hef reynda að vera að segja annað fyrir svona 5 mínútum þannig að ég man ekki við punkturum ég var ég ætla að segja hvað eiginlega gáðlegt Það er bara hvað Spiderman er væntanlega stór og mikil En ég hef ágræðið þetta er núna að vera að auðlýsa þetta sem eitthvað brand new day og þetta á að vera eitthvað svona hann ekki endilega Marvel heiminum þú veist, eru við þá bara komið Spiderman þú veist, aftur á byrjunum þetta Ég veit ekki Ég hef smá ágræðið þetta verður bara hann og Skorpjón og svo einhverja ninjur ég tek fram að ég veit ekki, ég er ekki búin að lesa sögutráðin og veit ekki neitt sko. En þú veist að þeir núna væntalega eru þú veist, spillar og svona alls konar að fara að koma á neti ég er bara svo mikla ágræðið að þetta verður bara boring þannig að þú veist að því að hann er búin að vera út í game hann er búin að vera að berjast við Thanos hann er búin að vera að gera alls konar ég meina, gömlu Spiderman kom allir úr öðrum vítum í síðustu mynd þú veist, Doctor Strange var þarna þú veist, ég er bara svo mikla ágræð að þetta verður bara eitthvað snúsfest Ok, ég hef takmarkar ágjur að því satt fyrir að segja, en ég er náttúrulega man ekkit sko, síðasta mynd var það A New Coming Home No Way Home No Way Home og þar var Jake Gyllenhaal vondikallinn Nei, þar var allir vondukallin koma aftur og Willem Dafoe sló í gegn sem Green Goblin jú, hún var skemmt þetta var unbelievable og enda hún með því að sló í gegn Dr. Strange var komið með auga á ennið Já, þú veist, hún endaði þannig að Dr. Strange varð að láta alla í heiminum gleyma Peter Parker þannig að þessi myndi þannig að það veit ekki hvað Peter Parker Þetta er frábært Nei, ég meina, var það þá í mynd nummer 2 með Tom Holland sem að Jake Gyllenhaal var þeir leittist sá skúrkur hann var með svona fiskabúr á hausnum Mysterio ok nei, síðasta mynd var náttúrulega alveg ferlega skemmt Nei, hún var geðveik og ég bara svona þú veist, ég velt bara fyrir mig hvort að ef að Sony er bara komið krumluna núna í Spiderman þeir eiga náttúrulega Spiderman fyrir þau sem er hlust að vita ekki alveg hvernig þetta er þá á Sony réttina Spiderman og hefur átt bara alltaf en svo gerðu þeir sögulega samning Marvel og Sony notkun á Spiderman í Marvel heiminum sem er samningu sem er að skila okkur við tróið alveg ábúrslega miklu gúrmegi nákvæmlega, við elskum að geta upp úr þessu trói en þú veist, ég er bara svona ágræði núna að vera bara svona boring eitthvað, þú veist, ég veit ekki skilur hvað þið? Já, ég skil hvað þið nema ég deil ekki þessum ágiðinum en ég veit ég að blítu á þú sko, þetta er bara gött instinktið mitt sko, segir mér að þetta verði skemmtileg mynd og sko, hún er bara detta inn núna en það er náttúrulega einhverjir rýnar upp að sjá hana og hún stendur í 90% á Rotten þetta er náttúrulega bara er að gerast sko og þá var náttúrulega kannski eftir að review bombana og draga hann eitthvað niður fyrir því hvort einhver svört kona sig einhver hlutur ekki Já, Zendaya sleppu nú Já, hún er nóg hvít fyrir rasistana en það er sko svona fyrstu dómar sko svona benda til þess að þetta sé svona jarðbundnasta og svona þroskaðasta Spiderman sagan hinga til það þarf ekki að vera slæmt nei. Og samt sko ég jarðbundnasta, þetta er samt það sem ég er að tala Já, þú er það sem maður vill ég veit það ekki og svo líka þetta svo, bara maður sé trailerin sko hann er alltaf brelta með það að engin mann eftir honum
og hann hérna bara að hitta MJ Zendaya sem er og þetta Flash og þau vita bara ekkert hvernig og allt komið það og það eins og þessi krísa sko ef þetta hefði verið bara svona 80s úlingamynd þá hann alltaf með yfirburða sko þekking og gagnagrunn til þess að heilla MJ á nóinu því hann veit allt hana heldur að það verði ekki hluta af myndinu? Já, ef hann gerir það ekki þá náttúrulega hann alveg það hlýtur að vera hluta af myndinu ég vona það en svo hann mikið leynd yfir okkar konu sem var í Stranger Things hún búin að vera að leggja í þessari mynd rauðharða stelpan sem að fara að vera ofurstjarna akkur man ekki hvað hann heitir ég man ekki aldrei hvað neitt heitir þegar ég fyrir framan hennar mikrofón nei, það svo sem að var þarna í kóma í restina Sadie Sink hún mikið leynd búin að ríkja yfir hvað hún að fara að leika þetta verði ekki eitthvað love interest eða ég veit ekki já, það jú, hann alltaf gæti aldrei haldið sér alveg það var alltaf fyrst mannstu, það var alltaf MJ og svo hann Gwen Stacy og MJ náttúrulega sko svona fyrir tíma druslugönguna þá hefur hún bara verið stimplu slött sko MJ svolítið svona laus í rásinni og vilt sko mjög skemmtilega stelpa en ég náttúrulega eftir að MJ var að Zendaya þá náttúrulega bara held ég með MJ through and through sko nei ég meina þú veist ég hef bara miklar ég bara er mjög spenntið fyrir þessar mynd spenntið fyrir þess að ég þú veist eins og manstu ég var náttúrulega minning af því þegar ég átti ammæli eitthvað var það kannski 2002 líklega þá kom Spider-Man Sam Raimi með Tobey Maguire mamma og pappi gáði mér að ég keyrði mig í Laugarásbíó horfðum á Spider-Man það var svo fallegt sko þegar ég tóku þarna af Sæbrundinu, tóku UB-ina tilbaka í Laugarásbíó það er líka sko súmynd var náttúrulega bara geggjuð ógeðslega góð það var svona mjög sannfærandi svona comeback hjá Spider-Man hann hafði aldrei verið í þessum alvöru myndum sko það var svolítið svona byrjunin á þessu ofurhetju mynda svona dæmi sko. Og svo var nú Spider-Man 2 frá Raimi ekki síri þegar Alfred Molina trómar upp sem tragíski skurkurinn Doc Ock þannig að maður líka bjóst við miklu í þriðju myndinni það er að reynda tróðin öllum hún var bara ekki góð það voru margir villains það var Venom og var ekki Sandkallinn Venom, Sandman og þeir voru náttúrulega Sandman og líka í No Way Home sem var mjög fyndið sko og hún var vonbriði sko og þar með lauk þessum kafla og svo tók emo walkið maður þegar hann var með dökka hári var alltaf í nóttin vondur, það var heila aðrís en svona það var eitthvað sem var klikkaði þar og svo dettur þetta aðeins niður og svo náttúrulega aftur alltaf svo það er alltaf að byrja upp á nýtt þegar Andrew Garfield kemur mér fannst það mjög fín mynd það voru tvær eða ekki? Jú, það voru tvær og nú setnin þótt ekki þá lendir í sumu vandræðum voru með og marga vondakallar sko og átti sko greinilega að koma 3 því að hún endar á svona Rhino introi sem ekki var úr ég var ekki hrifinn þú veist þá fannst mér þetta alveg bara pakkið hætti þessu núna bara það var náttúrulega fallið hvernig sko Gwen Stacy var látin deyja í þeirri mynd sko það var rosalegt sko svona næstu í berginu það var svona drama sko það var eiginlega bara líka beint upp úr ég held í eigi blaðið sko The Death of Gwen Stacy Jesus Christ anyways en hann er náttúrulega alltaf skemmtilegur og svo náttúrulega með því að sko kippunum yfir í Marvelið og kynna hann svona bara inn í Marvel heiminn í gegnum náttúrulega ekki Spider-Man mynd hann bara kemur strax í Civil War og ég, tenging Civil War sá ég árið 2016 í IMAX sal í Sydney fór hann með Stefán Alla og Edgari félögum mínum og það er eini IMAX-salurinn sem ég fari í að það er núna miklu umræðum IMAX ég er ekki vissum að ég hafa verið þar hrifinn þetta er basically þannig allan í þessum sal sem er víst stærsti með heldur mann getur verið rátt núna stærsti IMAX-salur í heimi að í þessum sal í Sydney var þetta basically bara eins og allir væri með sæti á Frestabæk að þegar skjárin var það stór skilur hvað þannig að það var bara
bara já, heyrðu, ég þarf alltaf að fara með hausinn Já, það er náttúrulega mótið maður þarf að vera lítið til hlýða Já, þetta er stærsti skjár í heimi þannig, þú veist, það var bara og sætin voru einhvern veginn bara svona þetta var svona eins og í svona leikhúsum skilur það sem að, þú veist, bekkirnir eru bara svona þetta er svona eins og hlýð eins og stúkan í Laugardalsvelli Já, eins og stúkan í Laugardalsvelli, nákvæmlega sko. Þú veist, ef allir ég veit ekkert hvort allir IMAX-salir séu þannig en þú veist, það er ekkert eitthvað þar reynd sko. Þú veist ekkert að missa það miklu og að þessi kötta eitthvað smá á skjánum sko. En mannstu eftir fyrsta trailernum fyrir Spider-Man 2002 það sem að Nei, það er óglemið sko, er ykkur gaurar að ræna banka og stinga á þyrlu og svo sko klessa er á köngulögu sem hann er búin að spinna milli tvíbaratönnana að hvarf Alveg. Er ekki búið að bara eyða þessum trailer? Já, ég veit það ekki En öll náttúrulega senan öll loka senan átt að gerast bara á tvíbaratönnum sko. Þú veist, þetta átti aldrei að vera hann í einhverjum kirkjuvera, hún var bara splæst inn hann eitthvað undir lokin þetta var bara ekki hægt, þetta var ekki til Nei, það var eitthvað búið að rústa þessum turnum það var líka, hvort að það var í mynd nummer 2, hvað er þegar rúta skólabíll að fara fram að brú og hann er alveg, hann tegir sig sko og er komið með síðusár eins og Kristur og allt sko og þegar bara fólki á brúnni bara sko, þú veist já, sko, við erum New Yorker sko ef þú ætlar í Spider-Man þá fyrir í gegnum okkur bara, þú veist, bara svona alveg samstöðu sko, rosalega þannig samræmi, sérstaklega nummer 2 en líka þegar hann var með lestina he's the same age as my kid þú veist, þegar tóku á honum hettur ámastu þú veist, hann var í lestinni og var alveg búin á því og þau voru alltaf passa þetta var allt svona samræmi maður, hvílíkum maður En og Tom Holland hefur bara gert þetta mjög vel hann er superstjarna sko en maður var nú til að fara að sjá svolítið mikið meira reynsjá honum Já, kannski hann er þú veist, að við vorum að tala Sebastian Stan Já, hann er kannski, Tom Holland er kannski ekki meira mikið reynd þú veist, Zendaya ekki heldur sko Svo, að við vorum að tala Sebastian Stan ég meina Sebastian Stan er búin að gera þetta allt þú veist, leika Tommy Lee, leika Trump þú veist, ég var alveg til að sjá segi ég sem hef aldrei leikið á æfinni aldrei gert neitt til dæmis, nú er náttúrulega Tom Holland í Odyssey sko, hann leikur Telemachus og hvað, er hann bara eins og Peter Parker? Já, fannst það ekki? Jó, eiginlega svona úlingur en alltaf, þú náttúrulega ert á því að Spider-Man sé stærsta og mesta og öflugast og frægasta ofurhetja í heimi sem hann sendir Ég meina, þetta er ofurhetjan sem að jumpstarta þessu Marvel fári og öllu þessu dóti Það er líka tengja allir við hann og það er náttúrulega því að ég hef nú skrifað að lærða greinum þetta í nýtt lífveldi sko því að hann náttúrulega er eilíða gelgja sko þannig að á einhverjum tímabili lífs allra þá tengir við Spider-Man því hann er náttúrulega bara alltaf í bara teen angst sko og krísu Já, það er nákvæmlega þannig og er líka náttúrulega þá líka svona léttur og skemmtilegur kærulegs og vitlaus eins og úlingar eru sko Já, nefnilega sko og náttúrulega þarf ekki að fara að breysta í ræðinum sko að Marvel er alltaf með betra stöf en DC vegna þess að personurnar og ofurhetjurnar hjá Marvel eru miklu betri Er þetta rétt sem við erum að heyra að það sé eitthvað krísa hana í DC út af því að Supergirl gekk ekki eins vel og þau vildu Ég veit það ekki, ég finnst það ekki ólíkt og ég skil ekki okkur hætta þess ekki bara þetta er bara allt leiðilega að reða miðlungsmyndir sem að koma í þessum DC heimi sko. Var ekki Superman allt í lagi? Jú, allt í lagi er ekki nóg sko. Þú veist Ég veit ekki einmitt hvernig þú ætlar að byggja heim ef þú getur ekki gert áhugaður myndir einar óreitur. Nei, það er eitthvað það er eitthvað neginn problematiska. En þeir voru að hóta einhvern Green Lantern þáttum. Já, það geta verið. Já, geta alveg verið eitthvað sko. Já, en má ég núna tala við það sem ég ætla að tala við sem að tengist ekki kvikmyndum. Já. Það er bara það sem, hvað ætlar að gera á Vestló? Já, það spurði mig Útilega? Nei, ég fer aldrei út fyrir bæjarmörkin Vestlamörkin Þú er svona típan sem að leigir tjaldvagn, eða ekki? Nei, sko ef við fyrir bara í origin story mitt, sko, þá náttúrulega vann ég á bensinstaði SO sko frá ég kláraði grunnskóla og þetta var þannig, ég veit ekki hvernig núna sko, þá náttúrulega var bara, Verslunarhelgin er stærsta helgi ársins hjá öllum olíufélögunum. Þetta er ekki eins og á fréttamilum, það sem er ekkert að frétta Nei. Nefnir dagar endur út af einhverju minkafárum í Mosfellsdal kannski færið að segja fréttir af öðru en
fullum úlingum að býða eftir að komast í Herjólf eða hvernig þetta virkar. Það er verinu. Já, nema allavega það var þetta þannig sko að maður allavega er ráðinn sem sumarlýsinga krakki hérna hjá SO og það var bara bannað að biðja frí Vestmannahelgina. Þannig að þetta var aldrei option fyrir mér sko að fara út úr bænum. Nei. Sem alltaf ég hefði aldrei viljað fara út úr bænum. Býttu en Dóti. Já. Hvernig meika það samsæðis? Ok, ég skildi á föstudegi. Já. Mikilvægt að vera með starfsfólk og svona, en á laugardegi og sunnudegi varstu það bara að klebra það? Nei, þetta byrjaði náttúrulega á 50-deginum sko, svona upp úr hátið 50-deginum, þá bara skall styrjöldin á sko og allir föstudagar var geðbilaður og svo svona fram eftir laugardeginum var sturlun sko. Líka á laugardeginum? Já, alveg svona fram yfir, þetta datt niður svona 4 á laugardeginum. Já, ok, ekki fyrir. Hvað því að þá er fólk ennþá að fara út í bænum? Já, þetta er að mjallast út sko, og svo líka svo margt breyst, það voru, ég veit ekki hvort þú marst þetta bláu 2 kíló af gasskútunum, prímuskútarnir, þú veist, það voru allir með svona litla gasskútar til að hita tjöldin og eitthvað sko. Og bara, þú veist, við opnum 7:30, bara klukkan 8 kom fyrsti kúninn með litla gasskúti sinn og þá þurftum að sko að fara aðeins hérna út fyrir planið. Þar voru 2,47 kíló af gasskútar sko á hvolfi á staur og svo þurfti bara að dæla á þetta. Er fólk að það gera þetta? Nei, ég held að þetta sé búið sko. Er þetta ekki svolítið hættulegt þetta? Jú. Er ekki fólk svolítið að deyja þá gaseitunum? Jú, nema ég man bara að þegar við vorum að dæla gasinu og þess að kúti í gamla dag, þá var sko ógeðslega lykt af gasinu. Og ég held að það hafi verið sett, ég held að gasi sé í eðlisinu lyktarlaust en það hafi verið sett einhver viðbjóðsfíla í það til þess að einmitt að fólk væri ekki að sofna löngum svefni í tjaldinu. Og svo var öfur skrúgangur á þessu, þannig að maður glemdi því alltaf, þannig að maður losaði af, þú veist, öfur skrúgangur? Á gasskútunum. Ekki hægri, righty, tighty, lefty, loose. Og þetta rugglaði maður svolítið, þannig að stundum var maður búin að skrúa, hélt maður var búin að skrúa fyrir stóra kútinu og var maður búin að skrúa frá í botn og þá fekk maður gas á puttana sko, þá frusu hanskarnir sko. Og Bert Holt var algjör viðbjóður sko. Bara var að vonda. Já, bara þessu bruni. Nema að þá bara ég og Keli, við vorum oftast þarna saman með vaktir og stórhællurum. Keli er hérna pappas Sigurgeir sem er að vinna með þér. Já, einmitt. Og Keli bara tók við fyrsta bláa gasskútum og fór út. Svo sá ég hann ekkert meira allan daginn. Svo bara var komið svona löngur röð út á götu af bláum gasskútum og hann var bara í þessu. Það var bara einn maður bara farin í þetta. Já, einn maður bara í þessu. Sturla gera svona alltaf liði sko, unga fólk getur alltaf var að sjúsa sig í bílunum og blindfullt sko. Og svona sumir sem voru að dæla hjá mér voru svolítið að fá svona voru komin að svopafyllir í sko menn voru að dæla á, þannig að á laugardeginum þá átti það til hjá mér að þetta list fyrir upp í partí sko. Það var bara í vinnunni? Fyllir í vinnunni á benstöðin sko. Okay. Og ég man eitthvað sunnudaginn kom ég að opna og opnaði 2 tímum of seint en það tók enginn eftir því sko því það var ekkert sko. Ári sígarettur stubbort möttgólf og smokkar og öllum hurða á honum og einn dælutitturinn hann bara kom aldrei aftur, veist, hann bara datt í það í vinnun og týndist. Hvernig svo, þú veist að það núna eru bara, þessi starfstitt er bara ekki til. Hún útleið, já. Hvernig gerist það? Þú veist, ég skil ekki, þú veist, akkur vantar engan lengur meðan þjónustu og bensinstöð. Fólk er bara ráðið að dæla sjálft, sko. Já. Hvað með gasir? Það lítur að vera komin ykkur önnur lausn á því. Fólk er sannlega bara hægt. Hvernig getur maður hýta tjald? Ég veit það ekki. Ég hef alltaf bara svo í sköldu tjaldi. Já, bara með húu. Einu sem ég kann bara. Nei, en ég hef aldrei vanið mig á það að fara neitt út úr bænum þessa helgi, en það er frábært eða var, ég held að það sé samt alltaf að minnka. Mér finnst alltaf að vera að þrengja að mér í bænum Vestmannahelgina. Þú veist, þetta fyrir 20 árum. Finnst þið að vera svo mikið fólki hérna? Já, alltaf að fjölga mér að maður átti göturnar og maður gæti sko, þau eru bara einn í bíó og svona, þú veist, ég náttúrulega var mikið á börunum, bara að djamma laugardags og föstudagslaugardags og þú veist, þá var bara svona í lagi fólk, þú veist, nauðgararnir og ofbeldispakki og allir skrýllin var náttúrulega að fremja íkvæmski sín út í guðskætni náttúrulega. Já, í Vestmannaeyjum alveg, já. Þannig að ég bara hvarlar ekki að mér að fara út úr bænum og ég hef reynt að ala systematist upp í öllum mínum börnum. Verslunarhelgin er hallarisleg, það eru fáitar sem fara út úr bænum, hér er sko Reykjavík er the place to be
Ég fór innibúkinni fyrra það var helviti skemmtilegt sko, í Austurbæbjó það verður aftur núna í ár sko. En þá var ég náttúrulega með 2 bandaríska vini mín á maður í heimsókn það var ekstra gaman sko. gaman að sína þeim skrýtna samfélagi sem þú byrði í sem ég byrði sko. En þeir voru mjög bara bandaríska menn elska live music elska sko. Það var hann eitthvað ég þóla ekki live music sko. Það þannig Sigga Beintins Nei, ég fer ekki á tónleika nema með Duran ef það eitthvað annað þá nenni ég ekki Hvernig voru síðast á tónleika með Þegar Duran voru hérna 2019 Vá Þú veist mér var eitthvað búið á Rammstein sko fíla Rammstein Ég fara á Rammstein Ég fara á Rammstein tónleika Ég þól ekki fólk náttúrulega og mannfjölda og svona samkomur að stuða mig sko. Þú bara hatar þetta Þannig að þetta Vesturmælingin mín verður eins og hver önnur helgi Ég vel líka í bænum Það er gaman að segja frá því Ég bara einhvern veginn náði eitthvað skipilega neitt og þú veist, allir ég fari ekki bara inn í búin Ég meina skaman í fyrra bara einhvern veginn Það er líka bara að fara á barinn Það er náttúrulega búið að taka það að mig líka sko en ég hefði mjög gaman að vera fullur Vesturmælingina það ekki? Jú Þú veist bara, við veist betra bara að vera fullur í öruggu umhverju og vitandi að ég get farið sko heim að sofa í mjúku rúmi og ef ég verið lamin þá er ekki langt á slís og svona sko þetta er áhættuhegðun að fara út úr bænum og yfirgeða siðmenningunum til þess að láta þessu fyrir sko. En svo sko, það er bara svona einhver sér menning í kringum öll þessi tjaldsvæði. Hvað þú farað mörg tjaldsvæði, Tóti? Ég veit það ekki. Ég veit samt ekki hvort ég hef tjaldað en til okkur tjaldstæðum. Ég fór að tjaldstæði á í Varmalíð í Skagafirði síðustu helgi. Ótrúlega fallegt. Já. Og það er svona hopp, svona belgu fyrir krakka og svona, þú veist, svona bara fína aðstæða sko. Bara eiginlega mjög fín og svona fína sturtur og svona þú veist, klósettin alltaf smá sko. Þú veist, og svo verður maður eiginlega að drekka sér í hel til þess að geta svo í þessum tjöldum sko. Það er svolítið svona erfitt sko. Það er svolítið svona fyllibittur sport sko, finnst mér sko. Veist, ég meina það ætti enginn etru manneski að kjósa að gera sér þetta sko. Lítur að þurfa að vera blindfullur Einmitt, þannig að við erum innibúkar það kannski kemur ekki óvart að 2 tónum sjónvars og kvikmynda hlaðarp sé innibúkar Nei, alls ekki, við sækjum okkar lífsýtlingu náttúrulega í gláp en ekki að vera að horfa á okkur fjöll eða eitthvað raun eitthvað drasl Þannig að næst, Tóti, tökum við Spiderman Það er Spiderman þáttu næst Þar næst tökum við House of the Dragon, eða ekki? Jó, að því gefnu Ég minn síns það Jú, við náum því, já. En það allavega, það verður alveg trók þáttur eftir viku Vá, ég get ekki beðið sko Hefur að fá eitthvað gest eða hvað hefur að gera? Já, við skulum reyna að fá Mér þætti nú eiginlega synd ef Arnar Tómas kæmi ekki og væri búin að kíkja í tróið Það var eiginlega að finnast að fá hann sko Já. Það væri best Og eitthvað góðan Marvel nörd bara Draumur sko Herru, ég var bara að láta þessu lokið Ég veit ekki hvað segir tellarinn Við erum komin 56 mínútur sko The prime podcast time Já Það ekki? Jú, það er fínt En það líka erum við ekki bara eitthvað að bylla og blara sko. Ég meina við erum með það ekki Ég hef aldrei verið í 2 tíma Þú gerði það með valið hérna daginn Já Hvernig var það? Hvernig var það? Þú veist Hvernig voruð þið undir lokin? Við hefum alveg getað haldið áfram sko Við hefum getað sagt þessu Captain America I can do this all day Já Og hefðum alveg, það var nóg eftir ósagt Sylvester Stallone sko. Svo gætum við, Tóti Við gætum gert sumir svona hlaðastjórnir það var að gera það í Reykjavíkumarathónu Við erum með svona marathón lengt á þætti Á þeim degi? Já, þú veist, bara fyrir þann dag Í kringum marathónu Hafa 5 klukkutíma langan þátt Hvernig hljóma það? Bara létt með það Það ekki? Heyrðu eitt, já, ég var aðeins að koma að þegar ég vaknaði í gærmorgun þá ég var eitthvað þungt í mér ég fór eitthvað að vafra í síman márið og fram úr og þá Stand By Me er 40 á þessu ári og gæsla góð mynd 86 Nei, ég held að við þurfum bara að fara að kanna og vera svona reglum með svona ammælis mynda Við höfum gert það Við höfum gert það Skrítið höfum ekki gert það Perfection En ef maður þá eru þeir sem eru 3 eftir af strákunum 4 sem að fundu líkið í Stand By Me sem sagt Will Wheaton og Corey Feldman og svo sem að var feitistrákurinn en núna bara myndalegur maður þeir eru eitthvað svona túra
Ameríku og tala þetta Í alvegni? Já, og þetta náttúrulega harmþrungi því að þeir náttúrulega fjarvera River Phoenix sem að lést 23 ára eitthvað álíka á sínum tíma Fálangur Já, og þeir voru eitthvað að tala þetta og ég bara fór að renna tár veist, þetta, ég man eftir því sko þegar River Phoenix dó, hann var á djamminu í The Viper Room með Johnny Depp og maður hafði aldrei vitað að frétta því að væri eitthvað vesen á honum sko. hann var minni kynslóð mjög harmdauður sko. Þetta var þvílíkt högg sko. Þetta var frábæleikari og svo náttúrulega var Rob Reiner slátrað fyrir þeim í fyrra leikstjórunum Gali, sko. og þeir eru tala það sko, sko Rob Reiner var ógeðslega góður sko leikstjóri og góður maður og hvað hann byggði sko upp sko örugt umhverfi fyrir þetta eru krakkar sko og hann svona, þeir höfðu alveg tillögurétt og tala alltaf við á jafningagrundvelli og ótrúlega maður sko Nefnilega hann vantaði í The Bear hann var í þeirri serjum það var mjög svona, það var auglust í síðan serju að það var bara gap sko það vantaði bara hans karakter sko hræðilegt sko og svo þá lag ég yfir í á YouTube minningar einslæðinu hann á Óskarnum ég horfði ekki á Óskarinn núna síðast, ég nefndi ekki ég held að það var komið fram og þá Billy Crystal bara stendur á sviðinu og romsar upp sko, allar þessar frábæri myndir og allt var bara svona tjald með myndum af öllum pósterunum svo bara fer tjaldið upp og þá stendur bara allt liðið þarna bara spariklætt sko John Cusack og Annette Bening og Meg Ryan og þessi strákar og allt það og þetta bara ég var bara eiginlega svona tilfinningalegu hakki bara allan daginn í gær að ég þurfti að fara að rifja þetta og syrkja River Phoenix og Rob Reiner sko. ég við kann eftir þér sem ég getur kannski gert því svona létt svona brjálaðan já, sko Will Wheaton ég bara held hann hefði ekki leikið neitt nema Wesley Crusher í Star Trek já, þú veist það ég vissi ekkert það þú vissir ekkert það? Nei, sko, hann var alveg þóttalega óþólandi sko. hann óþólandi, ég held hann sé óþólandi hann var svona regular í Big Bang Theory var bara Will Wheaton sjálfur sko, og Sheldon var í eitthvað sko, endalösu stríði við Will Wheaton sko. en ég meina hann skipti mig einhver máli í Stand By Me hann var ekki vinsæll í Star Trek sko. hans karakter, þetta var svona stráku bara, hvað er þetta svona eitthvað, þú veist hann skiptir engum máli í stóra samvíkinu sko. en í Stand By Me þá er þetta náttúrulega River Phoenix og elsku greið hann Corey Feldman sko, sem er náttúrulega átt hræðilega ungstyrnisæfið þarna í Hollywood og er náttúrulega verulega tjónaður á sálinni sko. Einmitt sko. Hann er samt flottur sko. Það fór betur fyrir hún sem þetta Corey Haim hann er sko, bara, sko. Hann er núna hann er skrifað á bloggið sitt Will Wheaton hann hvarfi 18 mánuði og vissi enginn hvað hann var að gera og hann sagði hann er að leika hann var að gera taka þátt í þessum Stuart Fails to Save the Universe á HBO Max sem er eitthvað svona sci-fi comedy það er spin-off af Big Bang Theory og Stuart var svona frekar nördalegu nörd hann í Big Bang sko. og ég var bara að frétta þessum þáttum bara í gær sko. ég vissi ekki að þetta væri til nú þarf ég að fara að skoða þetta og hann segir bara hann er bara að tala um það hvað hann er hrifinn af þessu sko. og hann bara, þú veist, elskar þetta sko. þannig að það geður sko. Ætla að sé ekki búið að droppa þessu ætla að sé á svona tempói einu viku já, einmitt, finnst það mjög líklegt með sko, hvernig HBO virkar sko. Herri Tóti Vestmannahelgin við bara höldum með hlustendum okkar sem er að fara í útilegu og þeir sem hafi vitað að vera heima þá erum að reyna kannski að finna eitthvað svona ferðagláp og við náttúrulega erum búin að nefna Eden Lake svona náttúrulega Deliverance er náttúrulega klassískasta svona borgarbúar fara út í viltu sónuna mynd allra tíma með fyrstu endaþarfsnaugun á kallmanni í Hollywood mynd eða amerískri mynd það er einmitt svolítið svipu stemming í hinnum myndum sem voru að tala um Vacation og Where are the Millers þetta er svona alltaf shit sko. en náttúrulega leksían sem allar þessar myndir reyna að kenna okkur náttúrulega borgarbúar eiga bara að vera á malbygginu sko.
Það er svolítið hann sko. Tillifina sko. Ég þarf að ára hana svo mikið myndir sem ég er ekki búin að sjá þetta er skammar, Tóti. Já, ég veit það. Ég skammast mín fyrir þetta og svo er ég alltaf ekki ég ætla núna ætla ég að horfa ég ætla að nýta tíman í þetta, ég ætla að horfa svo gerir ég ekki. Það fer út að hlaupa. Já, sem fer ég út að hlaupa. Ég þurfti að fara út að hlaupa, ég er ekki búin að fara út að hlaupa í mjög marga daga. Draka þeimun meira áfengi sko, sem er ekki gott sko. Já, ég er samt jafnvel að spá ég að taka mig smá tíma hérna helgin og fara upp í Mosó eða Mosfellsdal hérna og hlusta á skotkvelli. Ég held að það sé Núna, fyrir minkana. Jesus Christ sko. Það er rosalegt sko. Galið sko. Alveg galið sko. Já, það er lítil gleði þarna í fólkinu sem býr þarna í kring eftir þetta stönd sko, eða hvað sem þetta var sko. Já. The Great Escape. Eðla. Herru Tóti minn, takk fyrir þig og sjáumst Spiderman vikunni í næstu viku. Já, það verður sullað í Marvel tróið í næstu viku. Missið ekki að því. Sko, get ekki beðið. Áfram við. Ok.